núna í dag þá hefur verið að fara fram lokaumferð í rallyinu hérna á Suðurlandi og já, við erum að tala síðustu umferð ársins í Íslandsmótinu í rally og á línunni hjá mér Þórður Bragason sem er mótstjóri og er búin að vera að fylgjast með þessu allir saman í dag. Góðan og blessaðan daginn. Halló, já, góðan daginn. Já, góðan daginn, góðan sæl. Það er búið að fara fram hörkukeppni í dag, er það ekki? Og einhverjar 4 sérleiðir sem er búið að vera að aka í dag? Jú, við vorum að keyra Skjaldbreiðar við Kaldadal í dag og veðrið var nú ekki alveg með okkur en góðskapið var með öllum og þetta var alveg hörkukeppni. Já, glæsilegt og erum við að tala að úrslit dagsins hafi svona verið eins og búist var við eða hvað? Sumpart og sumpart alls ekki. Já, ok. Það kemur ekki stórt og óvart að Daniel Ásta endur í fyrsta sæti þar sem var nokkuð ljóst fyrirfram á þeir Íslandsmeistararnir frá í fyrra. Baldur og þeir myndu ekki beita sér að fullri hörku því að þeir þurftu bara að klára keppnina í dag til þess að landa titli. Já. Sem þeir og gerðu, skiluðu sér í öðru sæti. Þeir reyndar skiluðu sér bara 2 sekúndum á undan Henning og Árna sem er á Mitsubishi Evo 6. Já, það eru hörkukeppni. Já, það er stundum alveg hörkukeppni þó að svona, maður verður ekki alltaf alveg var við það. Það er svona milli áhafna. En það voru fleiri að tryggja sér fyrsta því að þau Baldur Arnar og Hanna Rún, þau voru að tryggja sér á Íslandsmeistaratitil í flokknum non-turbo, þeirra sem eru ekki með turbohreifi, turbovél. Já. Afminni flottur, ræsilegur akkur hjá þeim í sumar og þau eru búin að halda svona þéttum dansi, búin að kæra jafn og þétt, en reyndar inn á milli búin að sína alveg svakalegan hraðáföllum. Svo koma eiginlega svona helgin og spútnikar keppninar fyrstir í jeppaflokki, Guðmundur Snorri og Magnús. að þeir eru þarna ekki langt á eftir þeim Baldri og Hönnu. Ef við þekkir rétt að þá keypti Guðmundur Snorri bílinn á mánudaginn var. Búningur fyrir keppni hjá þeim, hann hefur nú aðalega bara falið til því að kaupa bílinn, borga bílinn, sækja bílinn, skrá sig í keppni og svoleiðis og mæta á stæði. Veit ekki til þess að hafi neitt verið að fara að skoða leiðir eða eitthvað svoleiðis braut. Já, það verður að teljast afrek. Ég held að þetta sé bara mjög gott hjá þeim. En svo þar á eftir koma þeir Guðni Freyr og Pálmi, að þeir eru búin að vera að keppa við Baldur og Hannurún í sumar titil í non-turboflokknum og það eitthvað var undan að gefa og þeir reyndar þurftu að vinna þennan, þess að hafa sigur í þessum flokki í dag og þau hefðu þurft að detta úr keppni. En þeir aðeins sem hafa verið að taka þátt í þessum keppnum, er þetta aðeins sem eru búin að vera að gera þetta í mörg ára eða? Nei, það við tökum til dæmis Guðna, hann er á fyrsta ári sem ökumaður. Guðmundur hefur keppt í mörg ár, eina keppni, annað þriðja hvert ár, þannig að ekki mikil keppni til reynslu á þar sko. Aðrir, Daniel Ásta, mikli reynsluboltar, Baldur Aðalsteinn, sömuleiðis reynsluboltar, Henning og Árni, það er sama þar, það er mikil reynsla á ferðinni þarna og það veitir ekki dag í keppni eins og keppni í dag því að leiðinum Skjaldbreiðarveg, 42 km löng leið, endalaust stikkstakk og þetta reynir endalaust, ekki bara á ökumann en heldur líka aðstöðu ökumann, því hann þarf að vera að lesa. Er þetta það malavegir sem erfitt er að fara Ég tala ekki að það er búin að vera svona rigningar svo það er búin að vera hérna á Suðurlandinu? Jú, akkurat svoleiðis. Við gleymum þetta að segja með aðstöðuökumanninu, helsta verkefni aðstöðuökumannsins að það er ekki bara að lesa nóturnar, hann þarf að stýra andadrættinum þannig að hann bókstaflega haldi meðvitund alla leiðina. Já. Og það er í sjálfu sér alveg æri verkefni, sko. Þannig að það er í rauninu... Já, á flokknum hins vegar, ég er ekki alveg með staðfesta stöðu í Íslandsmótinu, en ég held þetta að segja að þeir Keli og Ditti, Korkjell, og það kallaði bara Keliverk, með veitingahús á Snæfellsnesi. Já. Við séum nátt í sjónvarpi Gettu betur og eitthvað spurningaþáttum og öðrum þáttafáttum. En mér sýnist að þeir hafa verið að byggja fyrir Íslandsmeistaratitilinn í jeppaflokki. En ég á eftir að fá þetta staðfest, ég er bara ekki alveg með það á hreinu því miður. Já, það kemur allavega inn á fréttasíður þegar það líður á. Já, þetta kemur allt inn á DEKR.is fyrir kvöldið sko, þegar tímar verða staðfestir. Tímar er að skila inn tímum núna og það er svona komið á
á netinu, óstaðfest útgáfa sem að við teljum vera rétt allavega en þetta verður að komið á reynd á BKR.is fyrir kvöldi. Já, glæsilegt. Þórður, gaman að heyra í þér og gott að fá að fylgjast með ykkur. Takk. Haldið fína, bless.